Menn áttu fótum fjöralauna og voru heppnir að tróðast ekki undir þegar nýr stórmarkaður var opnaður í Reykjavík í mars. Fjöldi fólks hafði þá beðið í biðröð frá því kvöldið áður til þess að missa nú ekki af neinu. Þetta leyti stóð yfir verðstríð á raftækjamarkaðnum og var mikill handagangur í öskjunni þegar ný raftækjaverslun var opnuð í Kópavogi. Því var haldið fram að vörur væru jafnvel seldar langt undir kostnaðarverði og margir töldu sig gera góð kaup. Þegar stórmarkaður tók til starfa í Hafnarfirði í október hafði kaupgleðin ekki runnið af mönnum. Og hvenær komst þið? Klukkan 3. Og þetta, svona skemmtun að fara á nótt laugardags eða þetta í... Já, með þessum fílum hérna, það var skemmtilegt. Sama var upp á teiningnum þegar byrjað var að selja vörur úr þrotabúi radíóbúðarinnar í haust. 100 manna biðu við dyrnar morguninn, sumir höfðu þó ekki hugmyndum hvað þeir ætluðu að kaupa. Veit ekki, bara skoða það sem ber fyrir auga. Vonast til að fá eitthvað. Eiginlega alveg sama hvað það verður? Nei, það er bara spenningurinn að vera í biðröðinni.